Hætta er á að á Íslandi myndist kynslóð fólk sem festist á leigumarkaði aldur og ævi, segir dósent í fjármálum. Allt að 80% einstæðra standast ekki greiðslumat fyrir nýrri íbúð. Gosmóða hefur legið yfir stórum hluta landsins í dag en eldgosið rénar enn. Nefndarmaður í Grindavíkurnefndinni segir að fyrirtækin í Grindavík þurfi að laga sig að því að rekstraraðstæður þar verði ekki í bráð eins og þau voru áður en eldgosin hófust. Deila birtingu skjala í máli gegn bandaríska kynferðisglæpamanninum Jeffrey Epstein hefur sameinað Bandaríkjamenn á óvæntan hátt. Sama hvar í flokki fólk þá vill að skjölin verði opinberuð. Formaður Sjálfstæðisflokksins segir heimsókn forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins pólitíska yfirlýsingu vilja ríkisstjórnarinnar til að ganga í sambandið. Utanríkisráðherra hafnar því. Velferðarráð Reykjavíkurborgar segir ámælisvert að framtíðarsýn skorti fyrir flóttafólk á Íslandi. Ríkisstjórnin hafi boðað breytingar sem geti komið niður á börnum á flótta. Þau eigi nú þegar undir högg að sækja. Komið sæl. Allt að 80% einstaklinga standast ekki greiðslumat fyrir nýrri íbúð þó þeir eigi fyrir útborgun. Þetta er niðurstaða nýrrar skýrslu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Dósent í fjármálum segir hættu á að á Íslandi myndist kynslóð fólk sem festist á leigumarkaði aldur og ævi. Ég var að fá uppsagnarbréf í síðustu viku á íbúðinu minni. Búin að vera í 1,5 ár, þá að selja hana. Og fyrir 1,5 ára síðan handlast þurfti upp börnum minni skemmt skóla og allt þegar við komum hingað og íbúðin á undan, hún var líka sett í sölu og núna veit ég ekki alveg hvað maður á að gera af því að leigumarkaðurinn er náttúrulega eins og hann er eiginlega bara ekki hægt og náttúrulega þú veist það er löngu komið út á borðinu að geta ímyndað sér að kaupa sér eitthvað. Helga er ein af þeim fjölmörgu einstæðu foreldrum sem getur ekki keypt sér íbúð á höfuðborgarsvæðinu. Hún leigir því 3 herbergja íbúð þar sem hún býr ásamt 3 börnum sínum. Ný skýrsla Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar sýnir glögglega hversu fáir komast í gegnum nálarauga fjármögnunar á húsnæðismarkaði. Allt að 80% einstaklinga, það er að segja fólk sem er ekki í sambúð, standast ekki greiðslumat fyrir nýrri íbúð með lágmarks eigið fé. Það er nú frekar sláandi að möguleikanir hafa verið nánast í sömu í dag og þeir voru árið 2011 þegar að við vorum í erfiðleikum með að greiða úr áhrifum hrunsins. Þannig að já, þetta er ekki eðlilegt ástand en á stóru hluta til er þetta vegna þess að húsnæðisverð hefur hækkað svo langt umfram launavísitölu sem að gera einfaldlega verkum að bæði eru lánin hærri og vaxtastig gera verkum að það er erfitt að greiða af þeim lánum. Það sem ég var að skoða núna er íbúðir með 2 svefnherbergjum eru að fara á svona 350 til 390.000 og þó svo að fólk fá alveg húsaleigubætur þá hækka þær ekki þó svo að þú fáir dýrari íbúð og þú fá kannski 300 e-mail eina íbúð, þú veist, þannig að maður er svona þetta er svo villta vestrið. Þessi venjulega leigumarkaður, hann er eins og villta vestrið, bókstaflega. Það er hægt á því að hér sé að myndast leigukynslóð, fólk sem er fast á leigumarkaði aldur og ævi. Þetta á sérstaklega við einstæða foreldra og einstæðinga. Nefndarmaður í Grindavíkurnefndinni segir að fyrirtækin í bænum þurfa að breytast því þær rekstraraðstæður sem voru þar áður en eldgosin hófust komi ekki aftur í bráð. Fyrirtækjaeigendur hafa rætt við lögmann og hyggja á skaðabótamál við ríkið vegna lokana í bænum. Eigandi ferðaþjónustufyrirtækis í Grindavík greindi frá því í hádegisfréttum að lítil og meðalstór fyrirtæki í bænum ætli að höfða skaðabótamál á hendur ríkinu og hafi þegar talað við lögmann. Tapið af lokunum sé mjög mikið. Annaðhvort kaupi stjórnvöld fyrirtækin út eða reyni að lágmarka tjón vegna lokana. Grindavíkurnefndin annast úrlausnarefni sem tengjast eldvirkninni við Grindavík og þar eru svörin á þessa leið. Núverandi stjórnvöld hafa ákveðið það að það mun ekki koma til uppkaupa á atvinnurekstri sem alveg sama niðurstaða og fyrri ríkisstjórn var með að það yrði ekki farið í uppkaup og það stendur.
Skarphéðinn segist skilja vel að lokanir komi illa við fyrirtæki í ferðaþjónustu. Nú sé háannatími og tekjutapið eftir því. Lokanirnar séu þó til komnar af illri nauðsyn, tryggja þurfi öryggi fólks. Eftir að rekstrar og launastyrkur til fyrirtækja var afnumin var ákveðið að styðja fyrirtækin með öðrum hætti, með svokallari sóknaráætlun og sóknarsjóði, sem kynnt var í vor og í vinnslu. Þessum styrkjum þá ætlað að aðstoða fyrirtækin við að flytja eða breyta starfsemin sinni, aðlagast þeim kringumstæðum sem eru, því að þó að ýmis fyrirtæki hafa geta haldið áfram starfsemi í Grindavík, þá eru mörg sem þurfa að breyta starfsemi sinni og rekstri, því að þær rekstra kringumstæður sem voru í nóvember 2023 og þær eru ekki að koma aftur á neftun, þess vegna þurfa fyrirtækin að breytast. Það var öllu líflegra að lítast í Grindavík í dag en síðustu 2 daga. Margir ferðamenn freistuðu þess að ganga að gosstöðunum til að berja eldgosið augum. Vinkonur frá Kanada sem voru að borða í Grindavík í dag áttu bókaða ferð í Bláa lónið daginn sem fór að gjósa. We think it's so cool that we're here to experience this. Yeah. We got to drive by it a bit today and saw really cool. A lot of it was really cool. We're hoping to get a bit closer if we can tonight. Yeah. Það ætlað að sofa á tjaldsvæðinu í Grindavík í nótt og viðurkenna þeim þykir það svolítið stressandi í ljósi þess að nýbúið sé að opna bæinn aftur. A little. Yeah, we were a bit nervous, for sure. Yeah. But we keep looking on our phones to see updates. Yeah. To make sure that it's going to be safe to sleep here tonight. We're in a camper van, so we'll have the doors closed, the windows closed. Yeah, we weren't sure about the air quality or if it was going to be evacuated again, because we have a flight early tomorrow. So we need to be by the We need to airport. be close to Keflavik, so we wanted to stay here and hopefully that it's safe too. Yeah. Og gosmóða mælist nú á stórum hluta landsins. Verulega hefur dregið úr krafti eldgosins á Reykjaneska frá því í gær en þó búist við áframhaldandi gasmengun helgina. Sigrún Þuríður Runnarsdóttir, þú ert á veðurstofunni með manni sem veit allt stöðuna. Já, það hárrétt. Ég hér á veðurstofunni með honum Benedikt og hann veit ýmislegt málið. Benedikt, hvernig staðan á gosinu? Já, það hefur bara farið svona þverrandi mátturinn dag frá degi. Erfitt að sjá núna með aðstæður en já, lítið skjálftavirkni og óróa. Við höfum fundið fyrir talsverði gosmóðu í dag á höfuðborgarsvæðinu. Náði hún yfir stóran hluta landsins? Já, hún var eiginlega í gær og í dag mikið fyrir norðan og vestan land og loftgæði voru þannig sé slæm. En núna í dag hefur hún verið að myndast hérna á höfuðborgarsvæðinu, það rétt. Og þetta hættulegt og hvernig getur fólk brugðist við? Já, þetta náttúrulega óhöll loftgæði og það sem best kannski að gera í þessum aðstæðum bara að loka gluggum og dyrum, hafa sem minnst loftskipti inni á sér og jafnvel kynda og vera sem minnst úti og sérstaklega við áreynslu. Og þá viðkvæmir öndunarvegum börn og eldra fólk ráðlegt að taka rólega innan þeirra. Hverju má fólk búast við helgina? Hvernig útlitið með gosmóðunum helgina? Já, það vonað að spyrja. Það hægbreytilega oft í kortunum með skúrum og viðurdreif og þetta eru þannig aðstæður að gosmóðun, hún vill vera staðbundin og svona í dag og á morgun þá hún að færa sig yfir höfuðborgarsvæðið meira og Suðvesturland. Já, við þökkum kærlega fyrir þessar upplýsingar og kveðjum héðan frá veðurstofunni. Takk fyrir þetta, Sigrún Þuríður. Utanríkisráðherra hafnar því að aðildarviðræður að Evrópusambandinu hafi verið ræddar á fundi með forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins í gær. Formaður Sjálfstæðisflokksins segir heimsóknina pólitíska yfirlýsingu. Formenn stjórnarandstöðunar hafa lýst yfir miklum áhyggjum af heimsókn Ursulu von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, hingað til lands. Heimsóknin sé pólitísk yfirlýsing. Maður tilkynnir ekki framsal á fullveldi á blaðamannafundi í Keflavík eins og ég tel að hafi verið gert í gær. Þessi fundur Ursulu von der Leyen var engin svona einhver venjuleg kurteisis heimsókn. Þarna var greinilega verið að stíga pólitísk skref í átt að aðild að Evrópusambandinu.
Guðrún segir tímasetningu fundarins táknræna. Von der Leyen heimsæki Ísland í sömu viku og ríkisstjórnin undirritar viljayfirlýsingu við ESB aukið samstarf sjálfbærar fiskveiðar og málefni hafsins og minnst 50 ára útgáfu reglugerðar 200 mílna fiskveiðilögsögu Íslands. Þá hafi utanríkisráðherra haldið því fram að þjóðin vilji hefja aðildarviðræður sem sé grundvallar stefnubreyting í utanríkismálum. Þetta var ekki rætt í kosningabaráttunni, það var ekkert rætt aðild að Evrópusambandinu, þjóðin hefur ekki verið spurð, það hefur ekki átt gott samtal sér stað eða umræður í samfélaginu eða á Alþingi, þannig að þarna eru núna ríkjandi flokkar í ríkisstjórn að taka ákvarðanir byggðar á að ég tel skoðanakönnunum. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, tekur í sama streng í færslu á Facebook. Hann segir tilgang heimsóknarinnar augljósan og spyr hvort ekkert annað en Evrópusambandið skipti ríkisstjórnina máli og hvort fórna megi öllu öðru og hverfa frá grundvallar atriðum í utanríkisstefnu Íslands. Utanríkisráðherra segist undrandi á viðbrögðum formanna stjórnarandstöðunar. Af því að til að mynda Evrópusambandið við erum með 70% af okkar útflutningi til Evrópusambandsins. Þetta leiðtogi þess bandalags sem að vil koma hingað til Íslands og þetta vekur einfallega furðu hjá mér, sérstaklega komandi frá flokku sem eitt sem kenndi sig við frelsi, eitt sem töluðu það mikilvægi að hafa opna markaði, opin viðskipti og þau eru að tala þvert gegn því. Þannig að þú hafnar því alfarið að þarna hafi verið eitthvað að ræða eitthvað umræður eða eitthvað samskipti umgöngu mögulega Íslands í ESB? Já, algjörlega. Við ræddum mjög marga hluti, við ræddum stöðun í Úkraínu, stöðuna á Gaza og fyrir botni Miðjarðarhafs, við ræddum viðskiptakjör, við ræddum tolla, við ræddum framtíðina bara svona á sviði heimsmála, en það liggur alveg ljóst fyrir og það það sem að ríkisstjórnin tekur mjög alvarlega og mér finnst miður að stjórnarandstaðan skuli ekki gera það, að það þetta verkefni að treysta varnir og öryggi þjóðarinnar. Og því við þetta að bæta Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins, hefur óskað eftir því að utanríkismálanefnd Alþingis komi saman til fundar vegna heimsóknar von der Leyen. Hann óskar eftir því að utanríkisráðherra verði viðstaddur fundinn til að veita upplýsingar efni og gang viðræðna sem áttu sér stað á milli forsvarsmanna ríkisstjórnarinnar og forseta framkvæmdastjórnarinnar á meðan á heimsókninni stóð. Dómsmálaráðherra Bandaríkjanna ætlar að láta birta vitnaskýrslur í máli gegn Jeffrey Epstein á næstunni. Frétt afmæliskort Donalds Trump til Epsteins í byrjun aldarinnar hefur valdið úlfaþýtt. Trump lofaði stuðningsmönnum sínum í kosningabaráttunni að birta skjöl úr dómsmáli gegn kynferðisbrotamanninum Epstein sem lést í fangelsi 2019. Þar beið Epstein dóms fyrir að hafa misnotað tugi stúlkna kynferðislega. Skjölin hafa ekki enn verið birt og ýmsar samsæriskenningar hafa verið á kreiki innihald þeirra. Þrýstingur á Trump vegna málsins hefur aukist síðustu vikur. Vitað að hann og Epstein voru vinir eða kunningjar á árum áður. Í gær greindi bandaríski fjölmiðlinn Wall Street Journal frá því að Trump hefði sendt Epstein klúrt kort á 50-afmælinu 2003. Þar sé teiknuð mynd af nakinni konu og að Trump hafi sendt Epstein hamingjuóskir ásamt óskum að hver dagur yrði dásamlegt leyndarmál. Sumir hafa túlkað kortið sem svo að mennirnir tveir hafi átt sér sameiginleg leyndarmál af kynferðislegum toga. Trump hefur brugðist ókvæða við og kveðst aldrei hafa sendt þetta kort. Hann ætlar að höfða mál gegn eiganda dagblaðsins og gömlum vini sínum Rupert Murdoch. Velkomin Dagný, ég hef svo framkomið í fréttinu þá héti Trump því að birta þessi skjöl yrðan forseti í kosningabaráttunni. Af hverju hefur þetta dregist svona og hvað það í þessum skjölum sem svona eldfimt? Sko það ekki alveg vitað hvað kemur fram í þessum skjölum en það var fjöldi vitna sem greindi frá því að Epstein ætti valdamikla vini á sín tíma og hann hefði útvegað þeim ungar stúlkur sem þeir hafi svo misnotað kynferðislega. Þannig að fólk vill auðvitað vita hverjir þessi menn eru og það einmitt hafa verið vangaveltur og samsæriskenningar það hvernig þessi listi líti út. Svo greindi dómsmálaráðherra Bandaríkjanna frá því í febrúar að hún væri með þennan lista bara fyrir framan sig. Þannig að fólk var auðvitað mjög áhugasamt að fá að sjá hann. Og svo núna í vor þegar slettist upp á vinskapin hjá Elon Musk og Trump, þá sagði Musk að nafn Trumps væri á þessum lista og þess vegna væri hann ekki birtur.
Og svo gerðist það í síðustu viku að dómsmálaráðherrann sagði að það væri engin listi. Þegar hún hafi sagt að hún væri með þessi gögn fyrir fram að sig, þá hafi hún átt við bara gögn málsins. Þannig að fólk svona orðið svolítið ringla og veltið í fyrir sér svona hvernig í málinu liggi og hvort bara þessi vera fel eitthvað. Já, hvað sé satt og hvað ekki. En það svona kannski áhugavert við þetta mál að það ekki bara andstæðingar Trumps í stjórnmálum sem vilja að þessi gögn verði birt. Nei, einmitt, og það var gerð skoðanakönnun daginn í Bandaríkjunum á vegum YouGov sem leiddi í ljós að það eru 79% bandaríkjamanna sem vilja aflétta leynda þessum skjölum og í republikanaflokknum, flokki Trumps, þá eru það 75% sem vilja fá að sjá. Þannig að það óhætt að segja að fólk svona þvert á flokka sé sammála þetta og það kannski svona gerist sjaldnar í Bandaríkjunum núna en áður. En það sem stuðningsmenn Trumps eru svona sérstaklega óánægðir með þessa dagana að þeim finnst hann vera að gera svolítið lítið úr þessu máli. All it is the Republicans, certain Republicans got duped by the Democrats and they're following a Democrat playbook. And no different than Russia and all the other hoaxes. They're started by the Democrats and some Republicans, in this case I was surprised, but they got duped. En svo lýsir Dani, þetta hefur farið svolítið fram og tilbaka og erfitt kannski henda reiður á hvað er satt og hvað ekki. Og þá spyrir maður sig núna, ég meina verða skjölin birt og hægt að spá eitthvað fyrir það? Já, stjórnvöld segjast ætla að óska eftir því að þau verði birt, en fyrst þarf það fara fyrir dómstóla, dómarar þurfa eitthvað að yfirfara það. Þetta ekki öll skjöl málsins, þetta bara hluti og það óljóst hvort að þessi skjöl eiga eftir að varpa nýju ljósi á málið. En mögulega verða þau birt á næstu dögum. Við verðum bara að bíða og sjá. Eitthvað hlutið allavega. Já, takk fyrir þetta, Dani. Og þá öðru. Velferðarráð Reykjavíkurborgar lýsir áhyggjum af börnum flóttamanna eftir að Vinnumálastofnun tekur við umsjón þjónustu til þeirra af sveitarfélögunum. Ráðið segir ámælisvert að framtíðarsýn skorti fyrir þennan viðkvæma hóp. Þjónustusamningur milli félags- og húsnæðismálaráðuneytisins og sveitarfélaga rennur út áramótin og tilstendur að Vinnumálastofnun taki við málaflokknum. Formaður Velferðarráðs Reykjavíkurborgar efast getu Vinnumálastofnunar til að mæta þörfum barna sem koma úr erfiðum aðstæðum og að heildarsýn skorti í málaflokknum. Velferðarráðið lagði fram bókun þess efnis á fundi í vikunni. Bara það eins og skortið aldrei svona sviðsmyndagreiningar, ólíka sviðsmyndagreiningar út frá stöðu og ég bara spyr mig hvort að Vinnumálastofnun hafi næga þekkingu og reynslu til þess að geta boðið upp á þessa þjónustu og myndi telja einmitt farsælt að sveitarfélög myndu áfram bjóða upp á að sjá að veita á sinna þessari þjónustu og við getum haldið áfram samtali hvernig við getum gert þetta sem best. Sanna segir að lengi hafi verið kallað eftir því að bæta stöðu barna af erlendum uppruna í skólakerfinu. Í niðurstöðum nýrrar æskulýðsrannsóknar kemur fram að alltaf þriðjungur unglinga af erlendum uppruna telja sig ekki tilheyra skólanum sínum. Fjöldi barna með annað móðurmál en íslensku hefur rúmlega tvöfaldast í grunnskólum Reykjavíkur frá árinu 2015 og eru núna tæplega 4.000 börn. Sanna hefur áhyggjur af þeim hópi. Við verðum að tryggja að börn og fjölskyldur þeirra sé að fá viðeigandi stuðning og ef það er að gera einhverjar breytingar á þessum áætlunum að það sé undirbúið mjög vel. Sanna óttast að tilgangur breytingarna sé sparnaður sem muni bitna á hópi sem í viðkvæmri stöðu. Hún segir að það geti ýtt undir aðgreiningu að flóttafólk þurfi að sækja þjónustu víða og hugsi yfir hvernig börnum í þessum hópi muni farnast, sérstaklega þeim sem eiga foreldra sem ekki víst að geti tryggt framfærslu og farsæld barna sinna. Það erfitt að sjá fyrir sig hvernig miðlæg stofnun getur haft ábyrgð á þessu að ef þetta allt fært yfir til Vinnumálastofnunar þá þetta vakna ýmsar spurningar hvernig hún sjái fyrir sér að mæta einmitt þörfum barna og að það sé gert ráð fyrir því að það sé einmitt allt til staðar sem þarf að vera til staðar. Myndband af tónleikum hljómsveitarinnar Coldplay í Boston í Bandaríkjunum á miðvikudag hefur farið eins og eldur í sinu netið síðustu daga. Ástæðan sú að eitt augnablik var birt á stórum skjá í beinni útsendingu myndband af pari í faðmlögum á tónleikunum. Þau veifuðu ekki myndavélina heldur reyndu að fela sig enda átti samband þeirra að fara leynt. Maðurinn framkvæmdastjóri hugbúnaðarfyrirtækisins Astronomer og giftur annarri konu. Konan sem var með honum á tónleikunum mannauðsstjóri fyrirtækisins. Söngvara Coldplay var líkt og öðrum brugðið við að sjá viðbrögð þeirra. Yeah. Oh, look at these two. All right, come on. You're okay? Oh, what?
Either they're having an affair or they're just very shy. Bergur Vilhjálmsson kom gangandi að Gróttuvita undir kvöld og lauk þar með því þrekvirki að ganga þvert yfir landið til styrktar Píeta-samtökunum. Bergur lagði upp frá Goðafossi fyrir 12 dögum og gekk 465 kílómetra með 100 kílóa kerru í eftirdragi til að vekja athygli á starfi Píeta við forvarnir, fræðslu og stuðning vegna sjálfsvíga. Hann gerði sér lítið fyrir, lagði kerrunni tíma og hljóp Laugavegshlaupið á leiðinni. Kerran alsett nöfnum fólk sem þekkir baráttumálið af eigin raun. Og þá að veðri. Grunn lægð þokast norður yfir landið og stýrir veðrinu hjá okkur á morgun. Þá útlit fyrir hæga breytilega átt og rigningu með köflum vestanlands en annars verða skúrir og líkur á þokulofti við norður- og austurströndina. Hiti víða 12 til 20 stig, hlýjast inn til landsins en svalara þar sem þokan nær inn á land. Við förum yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. 8 liða úrslit Evrópumóts kvenna í fótbolta héldu áfram í dag. Flestir bjuggust við auðveldum sigri Spánverja gegn heimakonum í Sviss en önnur varð raunin. Í dag var keppt í tímatöku í Frakklands hjólreiðunum. Fátt virðist geta komið í veg fyrir að Slóveninn Tadej Pogačar vinni Tour de France í 4. skiptið. Og opna meistaramótið í golfi fer nú fram á Norður Írlandi. Sviftingar urðu á meðal fremstu manna í dag. Þetta og fleira í íþróttum eftir andartak. Skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Hætta á að á Íslandi myndist kynslóð fólk sem festist á leigumarkaði aldur og ævi, segir dósent í fjármálum. Allt að 80% einstæðra standast ekki greiðslumat fyrir nýrri íbúð. Gosmóða hefur legið yfir stórum hluta landsins í dag en eldgosið rínar enn. Nefndarmaður í Grindavíkurnefndinni segir að fyrirtækin í Grindavík þurfi að laga sig að því að rekstraraðstæður verði þar ekki í bráð eins og þau voru áður en eldgosin hófust. Deila birtingu skjala í máli gegn bandaríska kynferðisglæpamannum Jeffrey Epstein hefur sameinað Bandaríkjamenn á óvæntan hátt. Sama hvar í flokki fólk er þá vill að skjölin verði opinberið. Formaður Sjálfstæðisflokksins segir heimsókn forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins pólitíska yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar til að ganga í sambandið. Utanríkisráðherra hafnar því. Næstu fréttir verði í útvarpi klukkan 10 í kvöld og RÚV.is má vanda nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, á ensku og pólsku. Þessum fréttatíma er lokið, verið sæl og hafið það gott helgina. The world has averted its eyes to the buildup of German troops along the German-Polish border.